Já, komið sæl, sunnanáttin og hlýindin hafa verið ríkjandi hjá okkur undanfarna daga. Náði að fara hæst í einhver 12 stig í dag og allt hefur þetta nú með þessa lægð sem hefur verið hér stödd vestur af landi og það hefur verið nokkuð þungbúið hér sunnan og vestan til á landinu. Og það svona eilitla breytingar í þessu, vissulega verður áttin áfram suðlæg hjá okkur en lægðin hér vestur af að hún fjarlægist og vindasviðið veikist og það er athyglisvert þessi lægð sem kemur hér til norðausturs yfir Atlantshafið, hún mun valda óveðri á Bretlandseyjum á sunnudaginn og hefur henni verið gefið nafn sem er þá Kiara. Appelsínugul viðvörun á Bretlandseyjum vegna hennar og fjölmarga gular en þegar komið fram á sunnudaginn þá fer vindur smá saman að hallast til í norðanátt, komum betur á því og eftir en við sjáum hér svona þessi síðustu leifar af þessum hlýjundum, þessu hlýju tungu sem að hörfa frá landi og þessa lægð Kiöru varðar að þá munu svona hlýi geni frá henni ekki koma neitt við sögu hér og okkar bíður henni dálítið köld vika framundan þá sérstaklega fyrir hluti vikunar. En förum við yfir landshlutana og það hefur nú verið hvasst af suðaustri hér á suðvesturhorninu í dag en ég er svona við það að ganga niður núna. Við sjáum að það er ennþá suðlæg eða suðaustlæg átt á morgun. Verður kannski þetta eða rétt yfir 10 metrar á sekúndu hér við Faxaflóan en hægari annars staðar, reikna með að verði skýjað mestu leyti og getur gert svona strjála úrkomu og það getur þó verið ýmist örlítið vottur af rigningu eða jafnvel inn til landsins að við sjáum eitthvað til slyddu og lengra inn til landsins jafnvel snjókomu. Samu sögu í rauninni dálítið að segja hvað varðar norðvesturhornið eins og við sjáum hér. Það getur verið dálítið hvasst á morgun á norðanverðu Snæfellsnesi þar sem vindur stendur á fjöllum en vindur svona hægari þegar austar dregur á svæðinu og jafnframt verður nú svona tiltölulega bjart á Norðurlandi vestra en líkt og hér á suðvesturhorninu þá getur gert lítilsháttar úrkomu öðru hvoru og þá slyddu eða jafnvel snjókomu. Það verður bjart veður á norðausturhorni landsins aftur á móti eins og við sjáum hér þá sérstaklega á Norðurlandi. Það er meiri líkur til þess að það verði skýjað á Austurlandi. Hiti svona almennt séð í kringum frostmark á láglendi en þegar komið til landsins að þá voru við komin í þetta 30 til 6-7 stiga frost. En þyngra yfir síðan á suðausturhorninu og þar nú viðbúið að við fáum alla flóruna af úrkomu á morgun frá rigningu og yfir í slyddu og snjó komið inn til landsins enda hitinn þá í kringum frostmark en vindurinn tiltölulega stilltur. Í framhaldinu þá á sunnudaginn þá sjáum við nú þennan norðaustan streng sem er komin hér miðjan dag inn á norðvesturhorn landsins og hann skríður síðan til austurs yfir landið. Á mánudaginn verður nú svona frost víðast hvar á landinu og snjókoma landið norðanvert og vonaði að verður öllu bjartara hér syðra og svona dregur kannski ef eitthvað þá úr þessari norðanátt fram til þriðjudags en við sjáum að það einna helst á hér allra síðust á landinu sem að hiti getur skriðið yfir frostmark annars verður sjálfsagt nokkur stiga frost og jafnvel talsvert frost þá að næturlagi og á miðvikudaginn verður væntanlega svona tiltölulega lík staða upp á teningnum en síðan svona meiri óvissa hvað gerist þegar komið fram undir næstu helgi. En ef við förum yfir stöðuna á morgun í Evrópu og þá nú svona suðvestlægar og suðlægar áttir ríkjandi nokkuð víða. Það bjart veður í mið og austurhlutanum sem og þá víðast hvar niður við Miðjarðarhafið nema þegar komið inn á Íberíuskagann vestanverðan þar viðbúið að verið skýjað og skúrir eða rigning nokkuð víða og þegar síðan litið yfir til Norður-Ameríku og þá svona sjáum við fyrst og næst að það nokkuð kalt í Kanada og víða í norðurhluta Bandaríkjanna en ágætis veður svo sem á þegar sunnar dregur þó hitatilur svona ekkert ýkja háar. En það sem svona að draga úr þessum hlýjendum hjá okkur og viðbúið að muni síðan kólna nokkuð hressilega hjá okkur á sunnudaginn og svona tiltölulega köld vika framundan. Góða helgi.